Já, kæru vinir, það ýmislegt sem þarf að gera áður en hægt að byrja. Þetta þarf alltaf að vera á sínum stað. Kaffið, betra að nota vatn og svo það náttúrulega tímavörðurinn minn. Við erum með hann hérna. Þannig þarf líka að vera. Við ætlum að halda aðeins áfram með þátt sem heitir Æskumyndin mín. Og við erum búin að taka nokkra sem að hafa fjallað svona yngri ár en við endum síðasta þátt með svo lítilli hestamynd og það er mynd frá því fyrir 70. En núna ætlum við aðeins að tjá okkur svo litið framar í tímanum og stökkum í einu stökki til ársins 1983 líklega, já. Þegar fram fór að brjótast í þessum manni eitthvað sem hann áður hafði ekki leitt hugan að, ekki hvarfla að honum að fyrir honum ætti að liggja að fara út á þessa braut. Og þannig, kæru vinir, hefur þetta verið. Það hefur leitt eitt af öðru og maður farið út í þetta verk og hitt án þess áður að hafa neitt velt því fyrir sér. Og þetta er enn þann dag í dag þannig að sumt sem maður er að gera leiddi maður ekki tugan að áður. En það getur maður sagt að maður er bara á vegferð lífið og lífið mætir manni svona og líka er staðfesting að vegferðin henni er ætlað eitthvað hlutverk. Þannig að maður getur alveg trúa því að það sem fæðist fram vegna þess að það búi í manni. Allavega er þetta svona það sem ég hef komist að og ég fullyrði, staðfesti að ekkert af þessu var maður áður fyrr að velta fyrir sér. Það kom ekki upp ein hugsun það fram til þess tíma allt í einu fæddist það fram. Og ég tel reyndar að þegar svona fæðist fram skeiði einhverjir atburðir sem að kveikja á einhverju hjá hvort sem er mér eða þér og það vekur okkur til umhugsunar. Eins og þú eflaust veist sem að til þekkir, þá hef ég verið að skrifa í mörg ár. Og það var eins og með skrifin, eins og flest annað í mínu lífi, að ég var ekkert að velta þeim fyrir mér. Maður eina sem maður skrifaði frá því að skóla lauk var nafnið sitt undir pappíra ef það sem þurfti, meira en það skrifaði maður ekki og hafði enga löngu til þess að skrifa og velti ekki einu sinni fyrir sér hvort manni fyndist það mögulega leiðilegt eða skemmtilegt. Þessi hugsun var ekki til. En svo náttúrulega las maður blöðin og þau voru auðvitað fóðramann og ýmsu. Og einn daginn, það er svona kveikjan að öll sem kom á eftir. Að ég fór að velta því fyrir mér og var ekkert að grínast. Maður sá hámenntaða menn með allar virðingu fyrir menntun, ég hef aldrei gert neitt lítið úr henni. Þeir voru að tjá sig á sinn menntaða hátt og allt í lagi með það. Og ég hugsaði mig sjálfum mér, þessir menn eru með þetta allt saman hjá sér. Ég hef frá ýmsu að segja, ég hef skoðanir á mörgu, akkur get ég þá ekki farið út í þessa vegferð eins og hver annar. Og ég byrja á lítilli grein, smá grein, því að náttúrulega maður byrjar smátt, vegna þess að maður ræðir ekkert við neitt nema þetta smáa til að byrja með. Og ég læðupokast með þennan miða, þorði ekki að ringja að heiman vegna þess að það mátti ekki vita af þessu. Og þá var á bryggjunni í Hafnarfirði, ekkert langt frá Viktarskúrnu, ég man reyndar ekki nákvæmlega hvar hann var símaklefi. Og fer þarna við þennan símaklefa og þar var tíkalla sími og ég dæli tíköllum í að tíkalli í síman og ringi í ákveði númer hjá blaði
og mér er gefið samband við síðuna sem ég ætlaði að fást við og mér er boðið að lesa upp þennan stutta pistil sem ég gerði. Og svo fer ég alveg í svitabaði með hjartslátt og allt hvað hérna. Það sjálfsögðu alveg handviss að þetta er nú ekkert birt, en það var birt. Það kom mér sennilega mest af öllum á óvart að það skyldi hafa verið, en þá var ég ekki að skrifa undir nafni og ég ætlaði mér aldrei að skrifa undir nafni. Og ég held að þetta er semst 83 og ég er ekkert að eiga neitt meira við þetta fyrir árun 84 og þá sendi ég inn grein, ég man ekki hvaða grein það var og hún er birt, ekki undir nafni og ég birti nokkrar greinar ekki undir nafni og svo er einhvern tímann, menn auðvitað sumi vissu að ég var að gera þetta og svo var svona verið að ýja að því að ég hefði skrifað ákveðna grein sem að ég gerði ekki. Og ég man eftir þessari grein, ég var mjög reyndar ósammála þessari grein, hvernig hún var sett upp. Þannig að ég stóð frammi fyrir því, að ef ég ætla að halda þessu áfram, þá skyldi ég framvegis skrifa undir fullu nafni. Og ég gerði það eftirleiðis og hef gert það fram á þennan dag. Það skyldi engin velkjast í vafa hvað ég væri að gera og hvað einhver annar væri að gera. Og þarna auðvitað ber maður alla ábyrgð sjálfur. Þannig að þetta var ástæðan fyrir því að ég fór að skrifa undir nafni. Og ég skrifaði náttúrulega bara af þeirri þekkingu sem ég hafði á hverjum tíma. Og ég er mjög þakklátur þessu blaði að þeir skyldu hafa nefnt að standa í þessu því að þeir þurftu að vinna svolítið með þetta efni sem ég var með vegna þess bara til að setja það á einhvern stað sem væri svona skiljanlegara form heldur en ég var að setja fram. Og ég er mjög þakklátur fyrir þetta því að þarna læriði ég að setja upp stíl. Ég sá að þetta var betra svona og ég tók upp þessa kennslu og þjálfaði mig út frá henni í að gera bara góða vandaða stíla sem ég tel mig gera í dag. En allt var þetta aðdragandi og allt var þetta með hjálp, eins og ég segi, góðra manna sem ég svo sem vissi aldrei hverjir voru. Þetta skiptir það engu máli, en ég lærði af þessu. Þetta var sem sagt byrjunin og þú gerir ekkert svona nema þú hafir svona pínlítið álit á sjálfum þér. Álit á sjálfum sér er ekkert stamú að vera montin manneskja. Og þannig hefur það verið hjá mér að ég hef alveg vitað hvað ég get gert. Og ég veit líka hvað ég get ekki gert og ég er ekkert að eiga neitt til það. Þá er alveg greinilegt að einhverja annara er að eiga við þetta. En þetta var svona upphafið að þessum ferli. En fyrir þann tíma var ekkert svona í gangi. En svo skeði eitthvað atvik, ég man ekki hvað það var, eitthvað sem ég var mjög ósámála. Og þá fór að vakna þessi þörf fyrir hjá mér að gera þetta bara sjálfur. Og þetta hélt áfram. Greinarnar fór að skipta hundruðum. Og þetta heldur ennþá áfram. Þetta er einhvað í manni. Maður hefur þörf fyrir að tjá sig með einum og öðrum hætti. Ekki til þess að miklast af sjálfum sér, en það er öllum sama það. Og kannski finnst einhver akkur í því sem þarna er skrifað. Og það er málið. Ég hóf sjómennsku 1970 og frá blautu bassbeini vissi ég að ég myndi alltaf verða sjómaður. Það kom ekkert annað til greina. Og ég sjálfur sér þegar ég stíð borð í Mímir IS sem ég byrjaði á 1970 þá ætti ég ekkert vona á öðru en að maður yrði bara sjómaður það sem eftir væri. En sjómennskan hún entist í 16 ár, þá stíð ég frá borði og eins og ég oft sagt frá, og þetta er sannleikur, þegar ég gekk frá skipi sem var í raun og veru það síðasta sem ég starfaði á, þá vissi ég að sjómennskunni var lokið. Þetta finnst mér vera notaleg hugsun að vita og þetta hefur alltaf verið svona.
eitt hefur byrjað, svo ég fundi það þegar því ferli lokið. Og hvað gerist þegar svona Þú hefur frið fyrir því sem þú ert að gera. Og það rosalega mikilvægt atriði, hvort sem fyrir mig eða þig og okkur öll, að vita hvenær tímamanns lokið í þessu og hinu. Ég get alveg lofað því að ég settist aldrei í helgan stein að sjálfsögðu. Ég vissi að eitthvað annað myndi taka við og ég fór að skoða í kringum mig hvað maður skyldi gera. Og það var eins og í öll hins skiptin að atvik líklega í blaði einhverju var til þess að ég fór að kíkja þangað og byrja að starfa þar. Og var þar í einhver ár og kunni ágætlega við. En það var eins með það eins og alltaf hitt. Ég var með ekki neinn plönum að hætta, nei. Það bara fjaraði undan því. Og ég fór að leita annað. Og þá, sem sagt, rís eitthvað upp sem ég fer í og vinn við næstu ár. En svo kemur stóra stundinu sem trúin og ég genga rakleitt inn í hana og hefst handa við að fræða mig upp úr orði Guðs og öllu því, en á þeim aldrei að maður ennþá vinnandi maður. En hitt var alltaf með, það fór aldrei neitt og það, eftir það að hún kom, var hún númer 1. Það fann ég, en starfið, það náttúrulega var þarna og það fór að fjara undan því og nýtt að taka við sem var full innganga inn í kirkjuna. Nú ég ekki að tala einhvern söfnu eða einhvern svoleið staði. Þjóna Guði var það sem stóð eftir. Og það ennþá með þeim hætti og ég ekkert að tala neitt hús með þessu nafnaði hinu. Það ekki kirkjan. Þú ert kirkjan, ég kirkjan og Guð með. Þetta hefur maður gert sér ljóst og þetta rosalega mikilvægt fyrir mann, hvort sem þú eða ég, að vita og átt að sjá að með þessum hætti. Því að þú munt þurfa á þess að halda. Og það var eins og með það að áður en að trúin verður mitt hlutskipti var ég aldeilis ekkert að velta henni fyrir mér. Nákvæmlega ekki neitt, alveg eins og var með öll þessi tilviki sem að síðan urðu mitt hlutskipti. Ég var að tala á þann skrifin og þau eru ennþá í gangi. Það hefur ekki tjara neitt undan þeim, það frekar að það hefur vaxið ásmegin heldur en hitt. Daginn og veginn hefur nú verið svona þemað mitt. En núna ég til að mynda að skrifa skáldsögu sem númer 12. Og það verður að segjast eins og svo ég endurtaki þetta nú allt aftur. Skáldsaga. Eitthvað að þeir í kollinu venni minn. Ég ætlaði sko aldrei ekkert að fara að skrifa neina skáldsögur, en ég ætlaði aldrei að fara að skrifa. Svo fer að koma skáldsaga, svo fyrsta. Og síðan það orðin 12. 12. eða 13. ég man ekki hvort ég man ekki hvort hún nummer 12 eða 13 sem ég með í smíðu núna. Þannig að þetta hættir ekki neitt. Ég segi það að svona ekkert nema verk lifandi Guðs. Það hefur maður séð að þetta eru allt ferli þetta líf okkar. Mjög áhugaverð ferli. Og það virðist svo vera að sömu eigi að ljúka eftir ákveðin tíma. Það hefur gert það hjá mér. Þess hefur öllu lokið á ákveðin tíma, varað tíma, svo hefur því lokið og ég hef fundið þar fjær undan því og svo það búið og ég alveg sáttur í hjarta mínu við það að þetta sé búið. Ef að maður væri ekki á þessum stað að vita tíma sinn, þá væri maður ekki sáttur við allar þessar breytingar. Ég held að það sé alveg ljóst. Ég hef alltaf verið sáttur við þær vegna þess að ég hef fundið að þessu tíma að ljúka og þá mun annað koma upp.
1989 gekk ég inn í kirkjuna, og ég að tala andlega kirkju, ég ekki að tala neitt hús og hef aldrei reyndar gert það. Ég að tala þetta andlega, og ég var sem sagt þjónn Jesú Krist, og það ennþá. Það verður ekkert fjarað undan því, og það vex frekar en hitt. En starfið, það hefur svona komið og það hefur fjarað undan því. Ég er búin að gegna nokkrum störfum og það hefur fjarað undan þeim öllum, og ég hef stigið út úr því alveg sáttur mín í hjarta í öllum tilvikum. Það sagði mér enginn að fara. Þetta bara var eitthvað sem maður gerðist bara hjá mér, og þannig líka með þig, að þetta gerist bara hjá okkur með þeim hraða sem það bara, ég segi, á að vera á, og ekkert öðru sig. Þannig að þetta var nú allt saman hið besta mál. En svo sem sagt bara líður tíminn, og ég eldist náttúrulega með hverju ári sem er, og komst á ellilaun eins og menn gera sem verða 67 ára gamlir. Þú gerir það líka, 67 ára gamall. Og ég er ennþá að stunda kirkjuna, er ennþá að sýsla í kringum hana, og ég sé ekkert að það sé neitt að fjara undan henni. Ég veit nú eiginlega ekki hvernig það ætti að gerast. Þannig allt er þetta nú svona eins og ég segi í hendi Guðs, og þú athúa það að ég er trúuð manneskja, og ég hlýti að tala eins og trúuð manneskja talar. Þannig að þú skalt ekki kvinka þenni undan því. Ég man alltaf eftir því þegar ég var að byrja á skáldsögum, að þá náttúrulega vissi ég ekkert hvernig nætti að skrifa skáldsögu. Og ég fór að hlusta eftir, ég notaði sjónvarpi mikið þá, sem betur fyrir þá voru þeir með mjög fína þætti og flotta menn og konur sem að svona sögðu, voru að meta skáldsögur og sjá uppbygginguna á þeim og tala þessar uppbyggingu, og ég lærði alveg rosalega mikið á því. Ég man eftir einum viðmælanda sem var kona, ágætis kona, og hún sagði að hún hafi lesið skáldsögu sem að auðvitað fólk nafngreint í þessu skáldsögum, þó þetta sé allt skáldsaga, og hún tók eftir því að aðalpersonan, hún var á öðrum stað í sögunni komið með annan nafn, og ég fattaði strax af hverju það var. Og ég sá, heyrðu, þú verður að gera lista yfir allt sem þú ætlar að gera, og vera með sérstakan lista sem þú getur litið í, því að skáldsagnar höfundur, hann er þeim vannmætti merktur að hann getur ekkert endilega munað allt. Ef að persónur eru margar og þú ert lengi að skrifa eina skáldsögu, fyrstu skáldsögurnar mínar var ég held ég á 3. ár með, ég er nú fljótari með það núna, kannski maður hefur auðvitað þjálfað. Og þá tók ég það upp að ég gerði lista, og ég gerði það enn. Og ég tók eftir því, ég fór þá yfir söguna og ég sá að suma persónur höfðu breytt nafn á þess að ég tæki eftir. Og ég sá að þetta gekk ekki. Þannig getum við lært, við þurfum að læra þetta allt, og þá er besti lærdómurinn að hlusta eftir reynslunni. Og þetta fólk var þarna í sjónvarpssal að tala sína reynslu, þetta var reynt fólk, ég man ekki hvort þetta voru skáld sjálft, eða það skiptir ekki máli, en allavega svona bókmenntafræðingar einhverjir, og það er allt til að hlusta á þetta fólk. Svo fyrir utan það segir það oft mjög skemmtilega frá, og þetta er allt saman til þess að byggja undir það sem að þú ert að gera ef þú vilt nota þetta. Og ég sem sagt fór þá, bjó til lista, og ég hef það síðan þann dag í dag að ég er að skrifa skáldsögu í dag og er með lista, og ef það kemur inn nýtt nafn inn í söguna, þá færi ég þetta nafn inn á þennan lista. Ég get alveg sagt þér það og lofa þér því að ég oft þurfti að fletti upp í þessu lista til að ég sé örugglega með rétt nafn á réttum stöðum. Og ég tók eftir því til að mynda síðustu söguna mína að þar hafði breyst nafn á þess að ég tæki eftir
en ég leiðrétti þetta í þegar ég fór yfir hann. Ég hefði það síðan að fara alltaf yfir og vissi af þessu og svo breytti ég nöfnunum eftir því sem ég rakst á þau og setti inn það nafn sem ég ætlaði að nota. Þannig hún á að vera með sömu nöfnum alveg í gegn, en þetta eitthvað sem við þurfum að vita. Þess vegna leitum við á þær slóðir þar sem vitið meira en mitt, því að fólks með reynslu, þekkingu, það veit meira en ég til að byrja með. Svo kannski verður maður væntanlega og vonandi allavega jafningi þessara manna. Það markmiðið í sjálfu sér. En þú ert að læra. Þú verður að vita það að þegar þú ert í þessu nýr, þá þarft að læra ákveðingurinn atriði, alveg eins og ég. Því að það fátt pínlegra en að vera kannski með þokkalega sögu eins og rekst fólk á að nöfnin ekki sömu og sömu persónum. Það að vísu til í dæmin að menn breytum nafn, það nú alls konar í gangi í dag, en þú vilt kannski ekki að það gerist í sögunni þinni. Þá verður þú að gera þetta rétt frá grunni. Og þess vegna erum við að læra og þess vegna erum við að leita á þá staði þar sem réttar upplýsingar eru af reynslunni. Og hver betri kennari fyrir þig heldur reynsla annara manna og kvenna sem eru komin talsvert lengra en þú þarna. Ekkert merkilegra fólk og ekkert betra fólk og heldur ekkert verra, en það komið lengra þarna og að því að það komið lengra þarna þá getur þú lært af því. Það svona punktar, minn kæri vinur, sem við þurfum að vita og vilja umfram allt fara. Það ekkert að berja sig bara á brjóst og vera þverhaus. Þú mátt alveg vera það, en þá nær þú væni minn aldrei neinum árangri. Þú verður að lúta reynslu annara sem hafa þekkinguna og það ekkert hjálplegra því. En hæfileikinn til staðar, það sýnir þú og ég og við bara með því að hafa farið af stað með þetta, að þú hefur hæfileika. Þannig gerði ekki lítið úr því. En að vinna rétt með sína hæfileika fer eftir því hvert þú leitar. Ég segi, leitun til reynsluna, reynslu hverra, annara mann og kvenna, því að það hún. Og þar ert þú að fá réttar upplýsingar af þessum öðrum orðum helst áhugin. Að þú ert sjálfur lifandi við verkið. Hver gefur þetta? Ég trúi því, nú svo einfaldur maður, að ég trúi því að Drottinn sé með ákveðin verkferil fyrir hvert og eitt okkar. Hann setur mig í þessa stefnu, hann setur þig í ykkur allt aðra stefnu. En ef þú ferð hana, ég tala nú ekki eftir að trúavissan komin inn og ég geng í því og veit að þetta allt saman þaðan komið í dag, þó ég hef ekki vitað til að byrja með, því ég byrjaði áður en að trúin var umhugsunarefni fyrir mig, hvað þó heldur mér. En svo kom hún og þá sá ég að þetta var svona ferli af Guði smíðað. Því hann hefur notað þessa hæfileika mína til að tjá mig með orðum og með penna. Að tala eins og ég oft sagt frá. Nei takk, nú hefur eitthvað klikkast í kollinu vænu minn. Ef að það var nefnt, það var ekki svo ég nefndi það neitt við mig. En þetta fættist samt fram. Og var meira en eitthvað bara að fæðast fram, þetta var það löngun í mínu hjarta. Ég held að þú getur sagt það sama sem ert á þessu stað. Að kannski varst ekki vakandi og svoandi yfir þessu, en svo fannstu þessa löngun hún var komin. Og þú fannst líka að það var í raun og veru ekkert sem ætlaði að stoppa þig. Og Drottinn, að því hann góður, hann vill nota menn sem að nenna að vinna, þá opnar hann þeim leið. Hann opnaði mér leið í gegnum takkaborðið, lyklaborðið og svo í gegnum myndavélar augað fallegt. Og þar hef ég verið. Og ég sé ekki að ég sé neitt þaðan að fara. En ykkur að segja, kæru vinni, þá veit ég ekki hvort þetta til í endilega æskumyndalmanni. En allir við leifum ekki þess að vera þar, því að þetta bara partur af æfinni, þetta svona spannar og rosalega breytt svið. Við byrjuðum 83 og það má eiginlega segja að við séum bara komnir í daginn í dag. Svona þetta stundum.
Við ráðum ekki alltaf, en jó, ef ekki bara leyfa þess að vera með æskumyndinu minni. Ég veit að þú ert svo hrifin af henni. Ef við kveðum hér og ég segi við þig, væni minn, að ég hef ekki lokið æskumyndinu minni eða á eftir að koma eitthvað fram. En vonandi ekki þarna, ég held að vonandi þannig ekki að gera meira þessu, en ég hef miklu meira áhuga fyrir því bara að segja svona mína prívat sögur svona frá ári til árs. En Drottinn verður víst að fá að ráða þessu öllu. En ég kveð og við sjáumst hress næst þegar að þessu verður.